Eva Rúsa, velkomin. Takk fyrir. Gaman að vera með þér. Sömuleiðis. Ég ætla, eins og þú þekkir í þessum bransa, þá það samstarfsaðilarnir sem við þurfum aðeins að rúlla í gegnum. Jú, það er nauðsynlegt. Og þú varst að segja mér að þú elskar alla mína samstarfsaðila. Alla. Alla. Með tölu. Ég meina, byrjum á eins og, erum við ekki með kalda fyrst? Þú drekkum ekki af bjór, veit ég. Vaknar á mótnana og drekkum bjór. Ég vaknar á mótnana fyrsta sem ég fæ mér. Ég veist, ég hef ekki sett tungun í froði í bjórin sinni. Er það djóka? Nei. Nei, þú drekkur ekki áfengi? Ég hef aldrei drukkið áfengi. Ég veit ekki eins og ég veit hvernig lyktin er á bjór. Ok, 0%. Fullkomin byrjun. Við byrja hjá þér. Byrja hjá mér. Tímamóta þáttur. Og það verður sagt frá því þegar þú kemur meðferð eftir 2 ár. Þá ég byrjaði hérna í þætti. Rúlum á næsta. Það er hérna Storytel og ég ætla aðeins að nefna hérna nokkra bækur sem ég held að þið hefðu öll mjög gaman að lesa. Það er hérna The Art of Spending Money. Já. Og við þurfum öll að læra það. Þetta er svona að eyða peningum. Já, sko, listin að eyða peningum. Já. En á skynsamlegan hátt. Ok, það er kannski aðeins að hlusta á það. Þú veist, við hefum mjög gott að það. Já. Economics er semst hagfræði á mannamáli. Okay. Þannig að við skiljum þetta samhengi þegar við erum að heyra alla þessa frasa hagtölur og hagvöxt og annað þeimtum. Þá er þetta bara svona barnaútgáfan sem að við eigum. Okay. Svo við getum skilið almennilega samhengi fréttana. Ég þarf þá greinlega líka hlusta þennan þátt. Eitthvað svona barna baby talk. Allir bara til að efla fjármálalæsið. Já. Svo langar við bara að benda á að allar Lárubækurnar, Birgittu Haukdal, það eru allar inni. Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi ráðherra, hún gaf þessa bók út í fyrra sem heitir Sigur, glæpasaga, og var einmitt að gefa út nýja bók sem að kemur örugglega stóra til fljótlega. Og svo er mín góða vinkona, Sigga P, eða Sigríður Pétursdóttir, hún vann á RÚV lengi, við vorum saman með menningaþátt sem ég djöflaði henn, en svo var hún líka með kvikmyndaþætti. Já. Og búin að skrifa svona fantagóðar skáldsögur, svona komískar, svona, þetta er bara svona, bara finnið þessa bækur og lesið þær. Svo ég fer í bingavöruverslanum mjög öreglulega. Já. Að því ég var að stækka sumarbústaðinn og ég er alltaf að breyta hér og þegar þú átt gamalt timburhús, þá ertu bara... Það er bara þetta stanslausu vinna. Já, það er bara svo gaman. Ég fer stundum bara að labba Já, maðurinn minn er svona líka. Er það? Ég bara stundum er ég bara eitthvað, ég verið að stoppa í Bauhaus, þá er ég bara, þarf ekki að vera mætt einhvers staðar, að ég veit að þetta mun taka minnstakosti klukkutíma. Það er svo gaman. Og meiri segja, sérðu allar jólablaðið og seríurnar og allt þetta. Já, reyndar er ég ljósadeildin og þar. Mér finnst gamanlega og svona heimilisdóti, Þannig að hann getur skilið eftir þar. Hann skilur mig eftir þar. Ég læt mig hverfa þar. Og svo er ég bara eitthvað, þarftu bara. Já, mína deildir í Bauhaus sem ég finnst gaman að týna mig í, Þannig að, þú eiginlega ert búin að elska allt fram að þessu. Já. Og ég veit þú elska næsta sem er Reykjavík Photo sem að hérna er náttúrulega bara það er skemmtilegt þetta er bara það bestu. En nú snúa okkur að málana. Nú, spennu. Svissum. Nei, heyrðu. Hverjir voru hvar? Vá, þetta eru flotta myndir. Hvað eru geggjaða myndir að þér? Heyrðu, vá. Og einhverstaðar las ég í viðtali að þið hefðu dreymt að komast í dálkana, ég séð og heyrt hverju voru hvar. Já, það var stóri draumur þegar ég var unglingur. Bara, ég hafði svo stóra drauma og bara, þú veist, mamma vildi að ég dreymdi að ég yrði ballettdansari sem myndi spila á fiðlu í sinfóníuhljómsveitinni og þetta er bara ángríns. Helst á sama tíma. Nei, ég átti bara að vera fiðluspilandi ballettdansari og þú veist, þetta var hennar draumur, svona honestly. Þannig að ég fór eins langt frá draumnum hennar mömmu bara, og ég mögulega gat. Og það var svona uppreisnin í þér bara? Já, þetta var ekki minn draumur en þannig ég tók drauminn og bara En þegar ég hef fylgst með þér þá mér finnst alltaf svo kjarkmikil. Það er einn af mínum eiginleikum að ég er svolítið, ég hef svo rosalega mikla trú á sjálfri mér sem er kostur, ég vil meina að það sé kostur, mér líður eins og það sé ekkert sem ég get ekki gert, skilurðu, og ég fer alltaf svolítið svoleiðis inn í öll verkefni sem ég fæ og bara allt sem ég fæ að gera, þú veist, fer ég bara eitthvað alveg, vá, ég er að fara að eisa þetta, en það kem ég ótrúlega vel undirbúin inn í allt. En eru aldrei einhverjum svona efasemdir, ertu ekki vel bara upplögð til þess að, að því að þú virkar með þetta blúsandi sjálfstraust. Já.
En ok, hvernig Eva Rúsa sem aðeins svona ekki með alveg saman sjálfstraust? Sko, ég bara í eðli mínu með mikið sjálfstraust og hef alltaf verið og ég hef alltaf verið bara, þú veist, það alveg mér aldrei þótt neitt vandræðilegt að gera og þú veist, bara eins og ég held að verið 9. bekk þá ligg ég færiskan smaladreng sem að ég var bara, þú veist, allir voru í einhverjum svona skvísulutverkum og ég var bara færisku smaladrengum, geðveikt, skilurðu? Það bara bara geðveikt. Þannig að ég hef alltaf verið með ótrúlega mikla svona, þú veist, tók átt í skólaleikritum og ég hef alltaf verið með svona performance í mér, sko. Þú veist, og þegar ég var heima þá var pabbi eitthvað að taka upp vídeo, þú veist, og ég eitthvað, pabbi núna, þetta að byrja núna, skilurðu? Þannig að ég Þannig að þau hafa hvatt þig og stutt þig og bara ekki verið að reyna einhvern veginn að setja stofan að þig Nei, aldrei sko. Og ég alltaf ótrúlega þakklátt fyrir það að þau hafa frekar lyft mér upp heldur en að reyna eitthvað, herði, fara nú að læra þau lögfræði í háskólanum. Þú veist, mamma og pabbi hafa aldrei verið eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, já, herði, þú verður að fara í háskólan og gera þetta. Því ég held að hafa bara séð í mér að það var ekki mín leið, sko. Og en sko, ég alltaf með rosalega mikið sjálfstraust í allt sem ég ger og mér líður alltaf bara eins og ég geti gert allt en þú veist, ég alltaf búin að undirbúa mig þú veist, 200% heima áður en ég fer í eitthvað verkefni en svo kannski sér þú mig upp á sviði og þér líður eins og þetta sé allt bara í flæði þetta sé bara eitthvað svona spontant á sviði sem þetta vissulega líka eða þú veist, bara hvað sem ég að gera. Þetta bestu giggin. Það einhvern veginn þegar ég upplifi, ok, hún var bara að stíga út úr bílnum og upp á svið og gerði þetta. Já. Að þú ert komin yfir það að þú sitt ennþá að vanda þig í aðstæðanum að þú ert fann að slaka á með undirbúningi. Já, að því ég undirbýð mig svo vel bara fyrir hvert einasta gig, þú veist, fólk heldur kannski ég sé bara mæta og fara bara upp á sviðið eða fara bara í útvarpið eða fara bara í sjónvarpið, þetta sé bara allt bara rosa spontant en það það ekki. Bara, þú veist, þetta alveg, þú veist, ef ég að fara að skemmta helgina, ég byrja að undirbúa mig á mánudegi fyrir, þú veist, hvað ætla ég að gera helgina þó ég sé búin að gera þetta í 10 ár, skilurðu. En ég verð samt alltaf stressuð, skilurðu, inni mér ég bara, hvað að segja já við þessu, hvað ætla ég að gera þetta, hvað að mér, en svo ég bara, þú veist, ég svona við sjálf mér bara, ég var svo að koma, þú getur gert þetta, skilurðu. En svo líka bara reynst, sko, að því að þetta verður örgulega verið erfiðara fyrst. Hræðilegt fyrst, sko. Og svo þetta einhver stígandi og nú ertu fann kannski að þekkja kvíðan þinn. Að hann ekki hamlaðir eins mikið og hann gerði áður eða hvað. Já, sko, þú veist, já, nákvæmlega, en málega, sko, með hann stressnút og hann kvíða og þetta sem að ég upplifði svona við að fara upp á svið ógeðslega, ég gat ekki borðað, ég gat ekki tala við neitt svona 2 tímum áður en ég fór upp á svið og einhver svona, en svo bara leið og ég kem upp að þá ég bara, það ekki vottur af hræðslu í mér, skilur þú veist, þá ég bara, þú veist, bara láttu mig fá mikrofónu upp á svið og ég bara hérna líður mig vel, þú veist, hér vil ég vera þannig að ég svo meðvituð að ég veit að mér mun líða þannig en allir undirbúningurinn fyrir bara það sem að, þú veist En segð mér eitt, sko að því að ég hef stundum að skrifa svona pistla á LinkedIn og skrifa þetta allir mikið að hérna hvað ég búin að stíga marga drullupollar á leiðinni bara og gera mörg mistök og svo fekk ég fyrirspurn, ég var alltaf fyrirlestur daginn og 300 manns á Nautica og spyr einhver svona hvernig getur þú talað að vera óöruggur þegar þú lappar síðan upp á sviðið og ert svona öruggur og eina svarið hérna upp á sviði ræði ég stýri prógraminu, ég get lappað í burtu en ef ég út í sal og einhver svona gæti verið, ef ég sæti sal og var að horfa á fyrirlestur og einhver gæti farið að taka mig upp þá ég bara svona í kvíðakasti og helst að láta lítið fara fyrir mig þannig að það er svo stutt á milli öryggis og óöryggis en þú verðist alltaf örugg í öllum aðstæðum sko að því að ég það og ég veit ekki, þú veist, og ég hef alltaf sagt bara ég bara smá svona kokki með mig en þú veist, en það ekki samt svona ég sé eitthvað hrokafull og neikvæðan hátt þetta bara, ég hef bara svo rosalega mikla trú á sjálfur mér og ég hef alltaf sagt til sjálfur mér bara, ef að ég ætla ekki að hafa trú á mér og því sem að ég, þú veist, að gera og því sem ég búin að byggja upp bara síðustu 10-12 ár þú veist, ég búin að byggja upp bara þessa leið mína þangað sem ég í dag, að því ég viss að mér langaði fara þangað, skilurðu og þú veist, ef að ég ætla ekki að hafa, þú veist maðurinn minn hefur bara 100% trú á mér, vini mínir, þú veist, allir sem í kringum mig trú á mig en máli að ég þarf að finna þetta inn í mér líka þú veist, þú getur haft
bullandi trú á mér, en máli er að ég þarf að finna það inn í sjálfri mér að ég geti gert þetta, því það er engin annar sem að íti mér á staði þannig að ég sjálf. Og það er kannski í rauninni það sem heldur aftan af fólki, við erum stöðugt að segja við sömu manneskjuna, þú ert svo góð, þú ert svo efnileg, þú ert svo frábær, þú gerir þetta svo vel, en manneskjan er samt ekki búin að sannfærast það sjálf. Nei, en ég bara hef verið svona síðan ég var bara þú veist, síðan ég man eftir mér, sko. En sko, þú nokkuð systkini? Já, við erum 3 systurnar. Já, að þið séu 3 systur, hafið þið allar fengið þetta í vöggugjöf að... Nei! En hvað ertu í röðinni? Ég er í miðjunni. Það ekki, sko, er það ekki yfirleitt yngsta sem að það akkurat þetta Jú, bara, ég hefði haldið það, sko, en þær eru báðar bara, eldri systir mín, hún er bara, hún er ekki á samfélagsmiðlum, hún er með samfélagsmiðla, en hún er bara, þú veist, hún kemur ekki nálægt þessu, hún vil helst ekki birtast á Instagram, fólk veit ekki að ég á hana, skilurðu. Þannig að þegar fólk sér okkur 3 saman, þá er þetta vinkona ykkar líka, því hún er sko ljósar með blá augu, lítil, að menn ég og yngri systir mín, að við erum svona, þú veist, fólk geti alveg ruglast á okkur, við erum svo líkar, sko. Hvað heitir elsta? Debbie, eða Dúbravka. Hún hefur ekkert verið að koma með þeir í viðtölu eitthvað slíkt. Ekki neitt, sko. Sko, yngri systir, ég sá ykkur það var í Bítinu á Bylgjunni í vor. Já. Þá synguru lagið Simply the Best í beinni útsendingu. Já. Og þetta var svo greinilega óundirbúið vegna þess að sko Ómar Úlfur var að reyna að finna lagið og það var einhvern veginn ekkert búið að ákveða að þú ættir að syngja þetta lag og svo sér maður bara lengi vera að bíða eftir laginu að undirbúa þig og einhvern veginn og ég sagði, hún hlýtur að gugna, hún hlýtur að klikka og svo bara keyrir hún að þetta lag sko, og þetta er yfir einhverjum mörkum sem að og mér finnst þetta eiginlega bara svo stórkostlega þess vegna á ég bara 1 orð sem er kjarkur en sko mér langar einhvern veginn að finna samt orsökina er það bara pappin og mamma sem bara sáu til þess að þú kemur út í heiminn svona sterk eða er það að því þú last Línu Langsokk? Nei, mamma og pappi hafa alltaf verið ótrúlega hvetjandi og þau hafa alltaf leyft mér sko, þú veist, ég var alltaf þú veist eins og þegar ég var bara í handavinnu í grunnskóla að þú veist, þá var ég að sauma þú veist, kjóla sem ég mætti í bara á árshátíðir og böll og þú veist, að skapa eitthvað og stundum ég bara mamma, af hverju ertu að leyfa mér af hverju leyfður mér að fara í þessum fötum á þetta ball, skilurðu og hún eitthvað bara svona, hvað átti ég að fara að segja við þig, nei hætt að sauma þessi kjóli hræðilegur á þér, eða þú veist hvað þú veist, þannig held ég að mamma og pappa voru alltaf bara peppa, já þetta er geggjað kjóll hjá þér og þú veist, og því ég sé þetta í dag, þá er ég bara, þú veist, mér þykir vænt allir þessi dress, skilurðu, og ég bara eitthvað þú veist, tók að í hönnunarkeppni sem að var, þú veist, kjóllin var sýndur í Laugardalshöllinni og ég bara ókslega stoltur eitthvað eins og ég var eitthvað fatahönnur með eitthvað rosa sjóstoppir, dress eitthvað með fiskinet í allar áttir og eitthvað. Þannig að, þú veist, mamma og mamma eitthvað svona að skuttla mér í Laugardalshöllina, þú veist, við vorum mætt held ég eitthvað 6-7 morguninn eða eitthvað, þetta átti að vera eitthvað svona, þetta var eitthvað svona eins og samféstdæmi, sko. Þannig ég held bara að, þú veist, mamma og pappi voru ekkit endilega bara eitthvað, já, heyrðu, upp á svið með þig, já, halda áfram þessu, en þau voru alltaf bara svona hvetjandi við að ég bara mætti gera það sem að mig langaði til að skapa, skilurðu. Þú veist, eins og einu sinni tók ég... Ef þú ættir að gefa uppeldsráð bara fyrir geðu, þá er það að eiginlega gefa krökkunum allt sögur í heiminum og ekki heldur að reyna svona að stýra þeim í þá átt að eitthvað sé ljótt eða heldur bara einhvern veginn að leyfa þeim vera stolt af verkum sínum og lenda þá bara sjálf í því að uppgöta það. Já, 100% og ég meina, ég tók átt í, þú veist, eins og þetta nefna þetta bylgjudæmi, ég bara keyrið á þetta og ég bara enn og aftur bara geðið mikið sjálfströst og ég bara, já, ok, ég er eldsnefna morgun sér að fara að syngja Simply the Best í útvarpinu, bara eitthvað ble. En þú veist, þegar ég var til dæmis í 10. bekk tók ég þátt í söngvakeppnin í skólanum mínum og söng I'm Too Sexy og ég bjóð til dressir. Var það textin sem heillaði þig mest? Já, textin, ég veit það ekki en til og vídeói og ég bara please, delete this en ég var ég var í pilsi sem ég bjóð til úr ruslapoka og pabbi var að hjálpa mér að, þú veist, ná í ruslapókan og festa hann saman á mig og lána mér eitthvað svona spray sem ég skrifaði sexy á, þú veist, í 10. bekk, skilurðu, og ég eitthvað í dag bara eitthvað, pabbi,
þú varst að hjálpa mér að búa til einhvern sexy pils undir pilskur, hann þið langaði svo til að gera það, mér fannst það bara eðlast í heimi, ég bara farið på svið í þessum sexy galla, þetta var bara sítt pils samt sem ég var búin að sníða einhvern veginn utan á mig. En þetta satt svo fallegt. Þetta það í þessu að hann svo blindur á að hann bara hún er bara að gefa þetta söngukefni, bara varðu, ég vann náttúrulega ekki, var ógeðslega fúl. Sexy besti vísi. Svo var eitthvað, I'm too sexy for my... Þannig að, þú veist, ég veit ekki, þú veist, þetta bara, ég held að þetta hafi samt alveg svona, þú veist, að það að þau voru bara, já, ekkert mál, bara hvernig getum við hjálpað þér, þú veist, án þess að væri kannski eitthvað að íta á mig, heldur voru þau bara, leyfðu þau mig bara blómstra. Já. Og leiður í rauninni bara að detta þegar þú dast og voru þá reiðbúin að koma og hugga þig. Já. Og þú veist, og mamma var alltaf bara eitthvað, þú veist, ég vil að standa ykkur vel í skóla og bara grunnskóla, menntaskóli, þú veist, bara ég vil að standa ykkur vel í því sem þeir að gera. Hún var alltaf með þessar kröfur námslega, en hún var aldrei með þessar, hún var aldrei eitthvað svona, og ég svo glöð, hún var ekki eitthvað, þið eigi að fara í háskóla, þið eigi það, þú veist, að það var bara ekki leiðin mín, sko. Sko, eins og með foreldreina, eru þau sko skapandi sjálf, úr hvaða umhverfi eru þau að koma? Pabbi er náttúrulega frá Króatíu eða fyrrum Júgóslavíu. Já. Hann er að koma úr einhverju umhverfi sem er kannski svona fyrirfram hefur ekkert haldið að hann myndi síðan hérna fara að hjálpa dóttur sinni með kjóla eða eitthvað slíkt. Sko pabbi minn er með sko 13 þumalputta. Já. Það er bara, sko, þannig að það er ekki til eitthvað svona skapandi í honum. Nei. En mamma hins vegar, hún er alveg, þú veist, hérna, við vorum með blómabúð saman, mamma átti blómabúð alveg í 25 ár. Var það svo sem var hérna rétt hjá hérna háskólanum eða þjóðarbókleðinni? Nei, þetta var hérna á Háaleitisbrautinni, Ísblóm, sem að Moselsbakari og þar, í þeim kjarna. Okay. Og ég vann hjá mömmu alveg í 23 ár, bara síðan ég kláraði, ég byrjaði að vinna með menntaskóla og vann þar í ykkur 20 ár, bara þangað til ég hætti fyrir 3 árum. Já. Og hérna þannig að mamma hefur alltaf verið skapandi og hún hefur alltaf verið svona þegar hún var yngri var hún alltaf klipp og leita hár á vinkonu sínum og svona, hún er með svona þetta skapandi í sér sko. En þó ekki samt svona, þú veist, kannski í líkingu við það sem ég er að gera sko, en hún er samt ókslega ófeimin og þú veist, ef hún myndi setjast þetta með, þú veist, það myndi vaða á henni hver tuskan sko, hann myndi elska að setja þetta og kjafta við þið sko. Ok, þá skoðum við það. Já, þannig að þú veist. Hún er komin á listan. Já, hún er komin á listan. En pappi hann myndi vera bara, ertu brjáluð? Ég bara, nei, er ekki að fara að koma hérna til Þórhalls og spjalla, skilurðu. En gaman að því samt að, sko, að ég held að þetta sé einhvern veginn lykillinn á öllu góðu samstarfi að fólk sé ólíkt sem mætist og vinnur saman og svona styður hvert annað. Eins og með manniðinn, hvernig er hann svona í hérna móts við þig? Algjör andstæða. Já. Hann er bara, veist, ég held hann kunni ekki, hann er með Instagram, hann kann ekki opna það og ég er bara búin að sjá það sem ég var að senda á Instagram og hann alveg, veitu, hvar fer ég í þú veist, hann kann ekki á þetta og hann er bara, þú veist, hann er basically á Facebook bara því að vinir hans er á Facebook og þeir eru með svona grúpu, þú veist, þannig að hann er, ég er ókslega fegin, hann er bara ekki, þú veist, þarna sem ég er, bara eins og með samfélagsmiðla og eitthvað svona og hann er ekkert mikið fyrir athygli og eitthvað svona, en samt er hann bara heima hér, bara áfram, Eva, þú veist, þannig að sem er, þú veist, hann skilur þetta. Hann er ekki samkeppni við þig, þið eruð ekki, þið leifið hvort öðru að bara að blómstra í hvort sínu staðnur raunverulega. Já, 100% og þú veist, hann hefur alltaf verið bara að lyfta mér upp frekar og það hefur aldrei eitthvað svona, þú veist, að því núna vinn ég bara með alls konar fólki, þú veist, baksvís með alls konar fólki og það er ekki til í honum að vera eitthvað svona með ykkur varstu kvöld? Nei. Já, ok, hverju voru, þú veist, hann er ekki til í eitthvað svona afbrýðissemi sem er ótrúlega, mér finnst það ótrúlega mikill mannkostur, af því að hann gæti verið að láta trufla sig bara, þú veist, með ykkur meiruna, þú veist, þá ég sé ekki gera neitt skilur, en bara, þú veist, það gæti blinda kannski eitthvað hjá þessi heimur er bara þannig og full ástæða í alvöru en það sem ég velti fyrir mér er sko þeir eru búin að vera saman rosalega lengi, er ekki 25 ár? Jú, síðan ég var 17 síðan var 17, þannig að þið byrjið saman í rauninni er ekki líka svona fyrir löngu erfiðustu árin liðin eða hefur þetta alltaf bara verið svona solid og traust? Þetta hefur alltaf verið bara svona. Þú veist, ég var náttúrulega bara nýbyrð í menntaskóla þegar við kynnumst og hann er 20
og þú veist, öll menntaskóla árin mín að þá var ég bara, þú veist, ég var með vinkonum mínum og bara ég misti ekki að neinu félagslífi og hann bara skuttla okkur og sótt okkur og þetta bara, þú veist, þetta, hann var bara, þú veist, hann er alveg laus við að eitthvað svona truflan, skilurðu, sem er ótrúlega bara, sem ég held að sé ángríns bara svona einn af lyklunum sem lykil þáttum og svo líka það ógeðslega margir sem að trúa því ekki þegar ég segi þetta en ég get ekki rifjað upp rifrildi mill okkar auðvitað getur hann verið óþálandi og þreytandi og maður getur verið pirraðar og allt það en ég nefnilega ekki svona rifrildis manneskja þú veist, þú getur ekki rifist við mig ef þú myndir byrja að rífast við mig þá myndi ég bara ok já, þetta bara, það kveikir ekki í þér það gefur þér ekkert nei, og ég bara svona, ég hef ekki trú á rifrildum þú veist, ég skil alveg að fólk eru ósátt og eitthvað svona, þarf að ræða málin og eitthvað svoleiðis og ég hef miklu meiri trú á að það skil einhverju heldur en eitthvað rifrildi sem að báður aðlega enda bara á að líða illa með og þetta er bara eitthvað sem að þú ert alltaf lausna með því hugsun þú ert ekki með að hangi einhverju þú vilt allavega að koma einhver niðurstaða í því. Ég vil að koma niðurstaða þannig að ég svona, og þú veist, það er bara svolítið þú veist, hann er alveg blóðheitur þú veist, ég hef alltaf sagt, hann er miklu líkari pappa mínum heldur nokk tíma ég, sko þú veist, pappi minn náttúrulega með þú veist, var með blóðheita í sér og hérna, svona bara, þú veist þannig að þú veist, þeir eru ógeðslega líkir sko. Þannig að ég held að kannski þess vegna kunni ég svona vel á hana því að hann er svo líka pappa. En notu haugabörnum? Já, 2. Eða 2, já. Sko, bara það að muna svona vel hvernig hérna, þú varst sem barn og hvaða uppeldið þú fékkst og yfir í þetta núna að vera alveg þín börn. Já. Gleymur því bara hvernig þú varst þú veist, ertu orðin þessi mamma sem að skilur ekkert og hefur engan hérna sans fyrir neinu þú veist, eða ertu þokkalega meðvituð það er kannski erfitt að lýsa sér sjálfum sem foreldri en sko, ég nefnilega ég man svo vel hvernig ég var að ég var svo mikið svona böbli krakki sko, og var svo gaman að vera til og allt þetta, þannig að ég var alltaf svona þú veist, ég leyfi þeim að blómstra eins og þau vilja blómstra en það eru reglur, skilur sem þau vita alveg, þú veist, þau eru 16 ára fyrsta bekk í mentó og einhver svona þannig að þau vita alveg hvers ég ætlast til af þeim að sé bara, þú veist, sem ég vil að sé í lagi, skiluru en ég er samt líka rosalega þú veist, ég er ekki ströng mamma vil ég meina, en ég viðurkenni alveg að stundum er ég bara, oh my god ég hljóma eins og mamma mín ég bara er mamma mín þú veist, en ég held að það sé mamma mín er geggjuð sko, þannig að það er ekkert slæmt en samt sko, þetta var tótt sem að kannski fór í töðanum var þessi barni og svo maður fann að heyra sjálf þess að endurtaka einhverja frasa það er alveg bara svona ég reyndar sko, hélt að ég væri umburðurlindasti pappi í heimi svo þegar dóttir mér verið fullorðin þú varst rosalega strangur pappi og já, einmitt og sko, henni fannst ég rosalega strangur með útivistíma og eitthvað svona en svo þegar ég fór einhvern veginn heyra ég hefði verið miklu strangar en ég hélt þú veist, þá sko hugsaði með mér sko, mögulega var það bara því að það var eitthvað svona, einhver fyrirstaða ef ég vildi ekki eitthvað eða var hrættur aðalega ég held að það sé, sko þegar við foreldrar erum hrættir þá verðum við að bara vonlaus við erum svo hrætt börnin okkar ég nefnilega tengi þar sko þú veist, þau eru komið núna líka bara svona einmitt útivistartíminn aðeins að fyrir hann að lengjast og eitthvað svona og ég stend sjálfum að bara byrju þegar ég var þetta gömul þá leyfði mamma mér að vera svona lengi já, krakkar, þegar það koma heim klukkan þú veist, þannig að ég leita alveg í það sem að mamma setti mér fyrir skiluru, að þú veist, og það meikar alveg sens í dag líka, skiluru þannig að það er svona heilbrigða reglu milli kynslóða sem að fungera vel já, þannig að ég svona, það er eins og ég segi, þú veist, þau eru bara helviti vel heppnuð þessi börn mín, sko þannig að ég get ekki verið að kvart undan en þó þau get verið alveg ógeðslega þreytandi og náttúrulega hormónaflipp og læti og allt þetta skilur en það er bara partur af prógramminu sko. Það á bara að vera svo leiðis Hugsaður að þú ætti börn sem myndi bara segja þá myndir þú senda því einhverja greiningu þá væri eitthvað ekki Hvað er að ykkur? Það væri eitthvað ekki Við þurfum aðeins að fá að stuða mamma og pappa sko. Smá ögrun En sko, af því að þú það sem maður segir, búin að vera svo lengi til þú ert búin að vera svo lengi í þessum svona sjómennsbransa og ég veit að sko, stundum finnst mér
einhvern veginn eins og þú sko, stundu sé ég fyrir mér eins og þú sko stökkver á milli staða og þú sitt alltaf á einhverju svona rost tempói bara heima fyrir ertu á þessu tempói eða hvernig ertu bara svona á kvöldin sko á kvöldin, þetta er nefnilega svo fyndið sko, því fólk heldur nefnilega þetta fólk sér mér nefnilega bara eitthvað þú veist, í aksjón upp á sviði eða í útvarpinu eða hvar sem ég að gera eitthvað samfélagsmiðlum eða eitthvað og fólk heldur að ég sé í alvörinu svona bara alltaf en það er náttúrulega bara ekki þannig sko, þú veist, þegar ég heima hjá mér þá er ég bara, þá er ég bara sigla sko, þú veist, ég kann alveg varðveita orkuna mína, þú veist, ég veit hvar ég á að nota og hvenar ég á að, þú veist, hvenar ég þarf að keyra upp tempóið. Sko, mér finnst eins og ef ég sé bara heimiliðið fyrir mér, börniðinn og manniðinn áttu dýr. Já. Eina litla. Hund? Já. Ok, mér finnst þú vera svona, sestu, farðu þangað, inn með þig, taktu þetta úr ofninum, þú veist, þetta er tilfinningi sem ég fæ. Ég nefnilega er andstæðan þarna. Já. Þú veist eins og kvöldina, það var ég bara eitthvað upp í sófa að horfa á Real Housewives og slekka á mér og bara, þú veist, þannig ég er mjög róleg heima og bara, þú veist, ég elska að vera í eldhúsinu og elda mat, þú veist, ég er ekki besti kokkurinn, skilur, en mér elska bara, ef ég get fyllt uppskrift og enginn hringir í mig og meðan ég er að gera uppskriftina, þá verður þetta tipp-topp matur. En ef þú myndir hringi í mig þegar ég er í eldhúsinu bara elda mat, þá fyrir allt í fjandans. Því að það er rosa lítið til að trufla mig. Er þetta eitthvað svona ADHD eða hefur eitthvað skilgreint sjálfa þig? Ég hef alveg farið yfir, þú veist, þessa mögulega greiningar og auðvitað getur maður að tikka við eitthvað. En ég held að ég sé ekki Þið líður vel með öll elementi sem þú hefur. Já. Og ég kann að beisla þau, sko. Hérna neinum óþægindum eða nei, og ég held ég sé ekki með ADHD, ég er ekki ofvirk og það eru ótrúlega margir sem halda bara því ég er svo orkumikil, en málið er bara ég kann að beisla orkuna mína og ég veit hvar ég á að nota hana, svo kem ég bara heim til mín og þá er ég bara jæja, hvernig að dagurinn hjá ykkur, skilurðu, þannig að ég bara er ótrúlega fljóta að bara tjúna mig niður. Þú ert eina manneskjan landið sem hefur gefið greind. Ég er kannski eina manneskjan og ég ætla bara að sleppa því. Nei, ég heldur þetta Hjálmar líka. Og Hjálmar líka. Hjálmar hefur ekki verið greind, hann er sjálfgreindur. Hann er sjálfgreindur, já. Talandi Hjálmar. Já. Sko, maður finnur það þegar þið eru að skemmta saman að það er miklu meira en bara 2 skemmtikraftar að koma saman. Já. Það er eitthvað rosalega mikil vinátta. Já. Hvernig verður nú til? Ég hef nú sagt þess að sögu áður en þetta er allt Loga Bergmann að þakka. Já. Bara Guð blessi Loga, ég er alltaf bara þakklátt Loga fyrir að þú veist, þetta var eitthvað sem hann sá. Það er ekki eins og hann sem farið frá okkur, sko. Nei, ég er bara eitthvað, ég vil samt að Guð blessa að hann sett okkur sérst saman í lið í spurningabombunni sem voru á Stöð 2. Já. Og ég man bara þegar ég hitti Hjálmar fyrst, það var í græna herbygginu á bakvið og ég sogaðist bara að honum og ég var bara, hvað ég glöð að ég er með honum í liði og þetta bara, og ég sé svona búta úr þættinum bara, fyrir ekkert svo löngu og sá ég búta úr þessu og ég var bara eitthvað, þetta er eiginlega geggjað að sjá hann þessa klippu, af því að við erum að akta bara eins og við myndum akta í dag, skilurðu, þú veist, það er engin svona, það er engin eitthvað svona vandraleiki, það er strax svona bara eitthvað ég er Hjálmar, þú verður bara að geta svara þessu, ef þú getur ekki svara þessu, verður ég alveg, þú veist, ég er strax bara komin í eitthvað svona rosalegt komfort svona hann líka. En hann er svo sannur. Hann er náttúrulega bara, sko. Að því mér finnst hann aldrei verið að setja eitthvað utan á og sérstaklega með seinni árunum finnst mér hann eiginlega að vera miklu meira sestur í að vera bæði Hjálmar og skemmtikraftur og nær einhvern veginn að vinna þetta einhvern veginn út frá einhverju svona að þetta er ekki eins og 2 ólíkir hlutar. Nei, hann er bara svona mest authentic, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta á íslensku, bara svona authentic maður sem ég hef, það sem þú sérði það sem þú ferð og það er ekki til í honum einhver svona, 2 karakterar, það er til dæmis, við ferðumst ótrúlega mikið bara út á land og bara erlendis og einhver svona það sem við erum að skemmta og að fara með hann til dæmis gegnum fríhöfnina er bara, þú veist, við þurfum að fara klukktíma fyrr af stað. Af hverju það? Af því hann þekkir alla og hann gefur sér tíma í alla og ég held að þess vegna eru svona margir sem að kynnast Hjálmari í lífinu sem upplifa svona að Hjálmar vinur minn, þú veist, þessi vinur minn orð er af því að hann lætur þau líða strax eins og sért vinur hans. Þú veist, sem er ótrúlega fallegur eiginleiki. Strax væntum hann, ég fengi það náttúrulega gerum þætti og annað og
það akkurat þetta, það ekkert sko, hann ekki með neitt front, hann ekki búin að búa til eitthvað sko svona eitthvað tilbúna svona situasjón í kringuna, heldur bara hann bara kemur og þú fellur svo fyrir honum já, og svo hann bara svo spontant, þú þarft ekki nema bara eitt orð til hans og hann bara strax búin að svara tilbaka með bara einhverju geggjustu lygasögu ever og þú bara, í alvörinu? Hann bara, nei, þú trúir því, skilur en þú veist, en það bara, hann bara svo, það allt bara einhvern veginn sem hann gerir, hann leggur bara lífið og hjarta í þetta, hann náttúrulega kannski svona líka, maður horfir á fjölskylduna hans, þú veist, þau eru öll þarna í fjölskyldufyrirtækinu Brynborg og hann svona kannski svo eini sem að fór svona sína eigin leið sem að öll fjölskylduna ásla peppa það, skilur en hann fór svona, þú veist, var náttúrulega að vinna lengi í Brynborg og náttúrulega bara hann mikill fjölskyldumaður en hann fór samt, þú veist, þessa sína leið með þetta, þú veist, hann vissi alveg hvert honum langaði til að fara og hann svolítið svona eldi það og ég held... Og þetta var stóra ákvörðun hjá honum, semst á þessum aldri, að því hann orðin, rúmlega 30 þegar hann einhvern veginn stígur inn í hennar bransa sem aðri fór í 15 ára. Ég veit það, við erum bæði svona late bloomers, þú veist, við komum bæði seint inn í bransan sem að ég held að sé bara, ég hef ekki viljað fara fyrr. Nei, ég held að þetta sé alveg gott, holdt. Já. En aftur að þér, nú voru hjálmashotnið búinn, en sko, af því að þú ert svo fjörlæf og hefur svona margt einhvern veginn, þá virkar eins og bara eitt stórt hæfileikabúnt, fattarðu mig, af því að stundum erum við einhvern veginn búin að skilgreina fólk í að einhver sé dramaleikari, söngvari eða eitthvað slíkt, en það eins og þú treystir þér í flest, en ertu ekstra góð í einhverju af þessu? Já. Þú ert góð í að syngja, þú er búin að sanna það. Ég er kannski ekki ekstra góð í að syngja, ég held alveg lægi og mér finnst það gaman, sko. Ég er ekstra góð í að fara upp á svið og bara fyrsta sem ég geri þegar ég fer upp á svið er að skanna salin og lesa fólki bara á, þú veist, bara 60 sekúndum ég búin að lesa, þú veist, saman hvað sem salurinn stór, bara leið og ég komin upp á svið þá ég búin að skanna fólki og þetta bara einhver sem ég veit að ég bara ógeðslega góð í. En það út frá, sko, hvað tilfinningar í salinum? Upp á lesturinn á hvernig þú átt að nálga salin eða? Já, og það bara, svona, maður bara fara upp á svið og bara svona, bara leið og ég byrja að tala og ég sé bara hvernig fólk að bregðast við hlutunum, að þá ég ógeðslega fljóta að bara, þú veist, hendi ykkur út hjá mér og setja eitthvað annað inn sem ég veit að virka betur. Þannig að, þú veist, ég myndi segja að það væri kannski minn helsti kostur á sviði. Þannig að þú keyrir ekki á prógrammið þitt sem þú ert búin að ákveða fyrirfram, þú ert bara með grunna sem þú síðan setur inn þetta svona krát, svona ger ég. Já, og ég get alveg fara niður á sviði bara eftir fyrstu innkomu og verið bara eitthvað, ok, þessi salur ég þarf aðeins að, þú veist, ég þarf að reyna að brjóta upp hérna eitthvað, þú veist. En þetta orðið rosa reynsla, bara að geta gert þetta í staðan fyrir að panika með prógrami setja þá bara, ok, vinnum með þetta, þróum þetta. Svo hugsa ég líka alltaf bara, ok, ég upp á sviði, það enginn sem veit hvað ég að fara að gera þetta, sko. Þannig að þú veist, það enginn sem ég ekki búin að senda handritið mitt eitthvað eða það sem ég ætla að gera, þannig að ég ekki að svindla á neinum. Ég ekki að svindla á neinum og bara, þannig ég held að þetta eitthvað sem hefur nýst mér ótrúlega vel í því sem ég að gera. Ég er ótrúlega hröð að lesa í aðstæðunar sem ég fer inn í. En þú finnur mun, segjum að þú ert veislustjóri, þá finnur alveg það er svona stemning og ég vildi að þannig að allir eru einhvern veginn sko þrá manneskjun á sviðinu til þess einhvern veginn að losna við einhvern small talk og á meðan allt komast í gang svo breyti salurinn í einhvern veginn að þurfa meira pláss heldur í þá sem er á sviðinu. Og sko ferðu þá einhvern veginn sko ertu orðið meðvituð eða bara lestu aðstæðurnar að þú bara svona ertu ekki að öskra þögn ferðu einhvern veginn yfir í bara ok, nú leyfi ég þeim að taka við og... Sko ég veit bara að þegar ég fæ til dæmis sent kannski bara ykkur sem að fara að skemmta fyrir núna bara, þú sendir hérna einhverja tímasetningar DJ að byrja korter í 11 þú veist, þá veit ég bara klukkan korter í 11 ég löngu búin að missa salin þannig að þú veist, hjá mér bara regla, þú veist, DJ-n þarf að vera tilbúin að byrja þú veist, milli 10 og hálf 11 af því að þá veit ég bara að það enginn að fara að vera að hlusta á mig. Þá ertu orðin planner líka. Þú veist, þú ert orðin partur af prógraminu, stóra prógraminu, ekki bara... Já, og það náttúrulega líka það sem ég gerir rosa mikið að setja upp prógramin fyrir kvöldið hjá,
þú veist, nema að sé bara eitthvað viðburðafyrirtæki að sjá en ef þetta bara eitthvað fyrirtæki sem að sjá þetta allt sjálft og gera bara með einhverja skemmtinefnd og þá ég alveg bara svona herru nei, þú veist, við þurfum að gera þetta hérna, þú veist, þetta þarf að vera hér þannig að hérna en þú ert pínlítið eins og viðburðafyrirtæki ég er það tekur að þér bara viðburð eða nei, ok, þú gerir það ekki nei. En þú gæti það ég gæti það en hefur áhuga á því? Sko ég hefði áhuga á því og ég veit ég myndi gera það ógeðslega vel sko og ég hefði áhuga á því ef að Tinna systir mín væri með mér í því ok, af hverju vil Tinna systir þín ekki vera með þér í þessu? sko, að það bara eins og núna, þú veist, þá myndi ég ekki hafa tíma í að vera, þú veist, að hugsa einhverja viðburði nema bara einhverja viðburði fyrir mig sjálfa eða þú veist mig og Hjálmar þú veist, við heldum til dæmis viðburð sjálf daginn sem að við vorum bara búin að skipuleggja allt sjálf og eitthvað svona og svo bara byrjaði kvöldi og þá vorum við bara eitthvað, þú veist, búin að gleyma öll sem þurfti að gera í salnum en þá var Tinna systir mín á þessum viðburði og hún var bara komin í vinnuna. Hvað er Tinna systir þín að gera svona hvers? Hún er að vinna í markaðsdeildina hjá Símanum. Ok, þannig að þegar Tinna systir tilbúin til að stíga út í þennan órugga heim og stofna fyrirtæki með þér, þá væri þið fullkomin kombo. Ég veit það, þannig að við erum alltaf bara, þú veist, kannski einn daginn, við höfum alveg haldið, þú veist, eins og þegar Backstreet Boys komið til landsins, þá heldum við viðburð sem var bara svona fyrirpartí fyrir Backstreet Boys hérna í Sjálandinu sem var ógeðslega vel heppnað og bara fullt af Backstreet Boys fans mættu og þetta var bara þannig að við höfum alveg gert svona mínu viðburði sko, þannig að hérna, það hefur ekki stoppað okkur og við erum við ótrúlega, þú veist, hún er rosalega skapandi eins og ég, hún er einmitt eins og ég segi, þú veist, Debbie systir mín, hún er algjör andstæðan við okkur, hún er í löggunni og það er bara lífið, skilurðu, þannig að hérna, en svo erum við Tinna, við fengum þessi skapandi gen sko. Ok, Tinna bara, hérna framtíðin ljós út bara ekki búin að fatta hana segðu mér hérna að því að þú er mjög gaman af því eða þú lítur að hafa gaman af því að því að þú gerir það á hverjum degi að fjallum slúður í útlöndum og svona Hollywood slúður segðu mér bara nýjasta slúðrið nýjasta slúðrið er Paris Hilton til dæmis, hún vil kalla sig self-made billionaire heyrðu þetta sá ég frá þér í morgun held ég í gær já, það er áhugavert af því að ég af einhverjum ástæðum mikill aðdáandi hennar það? Já, af því að þessir Paris Hilton þættir sem voru hérna fyrir einhver 15 árum ég fannst eitthvað bara svona groundbreaking sjónvarp þeir voru það og eftir það hugsaði ég bara þú veist manneskja sem einhvern veginn svona kemur úr einhvern svona ríku umhverfi hún brýtur sig einhvern veginn frá því og skapar eitthvað sjálf og mér fannst hún eiginlega alveg hafa rétt að þau gera þetta þó hún sé hótelerfingja já, af því að hún gerði þetta það gerði hana enginn að þessari þú veist, þetta er eins og að þú mættir ekki kalla þig self-made skemmtikraft af því að foreldræðinu munu já, sko, hún hefði það nú ekki nema ég hefði, sko, hver saumaði sexy kjólin á hana þú veist þannig ég ætla að standa með henni ég nefnilega er mikill hérna, ég held mikið með Paris Hilton ég er alveg Paris Hilton kona, sko en þarna var ég samt eitthvað svona samt, ef hún væri ekki með Hilton eftirnafnið þú veist, það auðveldaði henni leiðina að því sem hún er að gera já, en það er bara fjandans hótel ég veit, en það er ekkert skapandi við þau nema kannski lúkið en svo kemur bara manneskja inn í eitthvað umhverfi og slæri gegn í allt öðru, sko, ekki af því að, jú, ég meina að það hjálpar henni þetta verður lík en sko, hún hefði líka getað klúðrað þessu hún hefði getað klúðrað þessu og ég meina, þú veist, hún áttaleg þú veist, sín ár sem að var svona hvað verður Paris Hilton, skilurðu en sko, ég held að þessi gagnrýni sko, sem að ég hérna var að grafa upp á Reddit og Twitter og eitthvað svona fólk var svona eitthvað, en ef einhver kæmi bara hérna frá Brooklyn í New York bara með ekkert á milli handana, skilurðu ekki einhverja fjölskyldu á bakvið, ekkert eitthvað nafn á bakvið, þetta er bara eitthvað John Smith eða eitthvað, þú veist þá gæti hann alveg vissulega verið bara eitthvað self-made billionaire hún bjóð til þetta fyrirtæki 100% sjálf, skilurðu, en ég er samt líka þar að ég er bara eitthvað svona að ég get líka hort á þetta svona ég er rosalega meðvirk stundum með stjórnunum en stundum get ég hort á þau rosalega gagnrýnum augum, skilurðu, og ég er alltaf bara svona ég veit samt alveg að Hilton nafni hefur hjálpað henni í bara öllu sem hún gerir, skilurðu, og þú veist fortíðin hennar og allt þetta, skilurðu
Þannig að hérna... En við fáum alltaf einhverja hjálp einhver staðar frá. Já. Og mér finnst við erum kannski alltaf gjörn á að berja eitthvað niður. Já. Að einhver hefur náð einhverju, þá þurfum við einhvern veginn að finna eitthvað til að toga það niður og eyðileggja það. Já. Þannig að kannski það þess vegna sem að ég vil leyfin að njóta vafans í þessu. Ég nefnilega þar líka sko, og svo hún að koma með sko, heimildamynd sjálfa sig sem kemur út held í 30. janúar og verður bara sýnd í bíóhúsum. Þannig ég að vona að bíóhúsin hérna heima komi með þetta inn, skilurðu. Ef að börnin þín feta þessa braut að vera skemmtikraftar og nota rúsanafnið, þá verða þau ekki self-made að því að það var mamma það hjálpaði aðeins að mamma væri að þinni. en að því við vorum að tala um svona þessa sérstöku hæfileika, ef sko að því langar að feta bara þessa braut áfram en svona hver plön, langaði einhvern veginn að fara inn á einhverja braut svona bara í framtíðinni eða því langar að hafa áfram þessa braut sem þú ert að vinna með? Sko, ég elska að geta verið með svona marga hatta og bara að geta verið, þú veist, ég get verið á sviði að kynna bara Ungfrú Ísland bara í bara, þú veist. Þú alltaf gert það frá upphafi? Frá upphafi, já. Og hef ógeðslega gaman að því og það bara eitthvað sem að ég bara fylgdist alltaf með í æsku, bara þegar ég var lítil bara satt og horfði á Ungfrú Ísland og var bara oh my god. Ég kynnti Ungfrú Ísland árið 2001 minnum mig, eða 2002 þegar Ragnhildur Steinu var fegurðardrottning, þá kynnti ég þá var ég með 2003, já, manstu ég man það og Dóra takk fúsa minnum mig já, það er rétt sko, hvernig manstu það? Af því ég man, þú veist, ég er að tala sko, ég var real fan sko. Þú veist, ég veit bara alla fegurðardrottningarnar og bara, þú veist, og reynda besta vinkon mín var í 3. sæti í þessari keppni, sko. Og Regína Diljá. Og ég keppti sko 2001, Tinna systir 2002 og svo Regína besta vinkon mín 2003. Þannig að ég, og þetta var náttúrulega svona prime time, þetta var svona príma tími fegurðar samkeppnana, sko. Þannig að ég, þú veist, og ég hef svo gaman, þú veist, eins og að veislustýra, þú veist, ég elska það og það ótrúlega margir sem að ég bara, þú veist, sem eru veislustýra, sem eru bara þú veist, að meðan að ég fyrir upp á svið og ég elska að vera í orkunu, ég elska að vera í fólki og bara elska allt við þetta en svo elska ég líka stundum að vera bara í fríi frá veislustjórninni og fara kannski bara og kynna á einhverjum svona viðburð, þú veist, ég byrjaði náttúrulega upphaflega sem kynnir þú veist, það er mitt upphaflega stígur þetta svona í bara réttum smáum skrefum þannig að þú veist, ég er í grunninn þú veist, það er kynnirinn sem að í mér sem að þú veist að kynna bara alls konar viðburði og eitthvað og þannig að ég er svona þú veist, minnst ógeðslega gaman að vera í útvarpi þú veist, það er náttúrulega með Hjálmari og það er bara allt gaman með Hjálmari og þú veist, ég hef verið með þú veist, eins og alla leið í fyrra sjónvarstátt og ég elska, mér langar að gera meira sjónvarp og það er einhvern veginn svona og það er eitthvað svona vettvangur sem ég sjónvarsþátt sem þið langar að gera sérðu einhvern þáttur annarkváð og ég veit að hún Ellen DeGeneres ein af þínum uppáhaldsmanneskjum í lífinu og það er ennþá væntanlega væru til að gera einhvern svoleiðis þátt? Það er nefnilega það sem ég hefur alltaf langað og mér finnst vanta meiri konur í sjónvarp þú veist, Eva Laufey náttúrulega ótrúlega góð vinkona mín og ég var glöð að sjá hana koma aftur núna með Ískap og stríð og mér finnst bara vanta meiri konur í sjónvarp í svona, þú veist, þessa skemmtiþætti og þetta, þú veist, að því ég veit að Íslendingum finnst gaman að horfa á skemmta og ég ekki meina eitthvað svona þáttaræðir ég er ekkit endilega að vilja leika þú veist, leiki þáttum þættir eru skemmtilegir þegar þeir eru dálítið ófyrirsjáanlegir og svona ákveðin breidd í þeim, ákveðin stemning og eitthvað sem maður hrífst af bara, maður límist við og ég hef alltaf hort á eins og Ellen og bara Óperu og bara, þú veist, þessa þætti og ég er alltaf bara svona þú veist, ég veit alveg að það eru íslenski þættir núna eins og Benni og Fannar að koma með þátt og Sveppi og svo náttúrulega Gísli Marteinn og eitthvað svona, en þú veist, og allt frábæri þættir, en ég er bara svona það vantar eitthvað svona girl power inn í þetta sko, að því við höfum alltaf talað að línulegt sjónvarp sé einhvern veginn á útleið og annað en sko að hlut til er það ekki rétt en að allar íþróttir eru línulegar ég elska línulegt og þær hefjast með að leikur hefst klukkan þetta og þetta er í beinni og
þarna eru tækifæri sjónvarps að vera með annarkot fréttengt eða skemmtantengt live þannig að maður svona fái aftur þessa spennu, það getur allt gerst en þá það til að nýta mómentið í að skapa spennuna að það sé ekki fyrir sjónlegt einhvern veginn hvernig gert og flutt og annað þannig að það vantar kannski í sjónvarp í dag þessa svona hennan ótta eða þessa shit, ef ég missa þessu live sko, þá ég búin að missa bara einhvern veginn að lífinu. Þetta ótrúlega fyndið að tala þetta, að ég kom beint hingað úr hádegismat með henni Evu Laufey. Já. Og þá var ég að segja við hana að mér finnst svo, þú veist, allir þessar streymisveitur og alltaf Sín Plus og allt þetta, að ég var að segja við hana, mér svolítið svona beauty vera að fara með bara eitthvað, klukkan 7 á fimmtudegi þessi þáttur, skilurðu, og svo kemur hann seinna inn á þarna, fattarðu. Þannig að, þú veist, að því að ég svo, mér finnst gaman bara, ég held reyndar að þættirnas Björns Braga séu svoleiðis quiz, kemur bara þátturinn út á laugardegi og svo hann komin inn á eftir á. En það sem að gerist einmitt í svona spurningaþáttum og öðru að ef þeir eru live, sko, hann er svona meira skemmtið, það alltaf að teipa hann og hann svona meira en ef þetta upp á pjúra spennu og úrslit og annað og ekkert má spyrjast út og þú veist, og þú þorir valla að taka hann í tímaflakki sko, svo þú heyrir ekki úrslitin einhverstaðar ef að við náum þessu elementum aftur inn í sjónvarp og líka bara svona debattum pólitík og þar sem einhvern veginn bara svona eitthvað lifandi og þá förum við aftur einhvern veginn að fylgjast með beinni, þú veist, á samfélagsmiðlum, heyrðu þetta, sástu þetta? Já. Þetta gerist með Eurovision til dæmis. Eurovision tekst að ná þessu mómenti og söngvakeppni og annað. En ég bara trúi að við getum fjölgað þessu. Og manneskjur eins og þú sem að þorir að taka sénsa live. Já. Þú verið fullkomin í það. Já, takk fyrir. Þetta mikið hrós komið frá þér. Nei, bara veit það. Já, þetta einhvern veginn skilur og ég alveg með skjal í símanum mínum sem bara, ég bara Google skjal sem bara, þú veist, sem ég bara, þú veist, þetta eitthvað, þú veist, og ég alltaf að taka út, setja inn og bara eitthvað svona hugmyndir og svona, en svo líka bara hversu lengi ætla ég að vera með þetta Google skjal í símanum mínum. Ertu ekkert búin að pizza þessu? Nei, þú veist, nei, ekki þannig, sko. Ok. Að mér finnst hann ekki vera orðin þannig að ég geti pizza á hann. Nei, en nú ætlum ég líka aðeins að koma með smá ráðleggingu vegna þess að þegar ég fæ pizza frá strákum þá þeir ekkert búin að búa til plani annað en að þeir ætla að vera sko aðal og svo ætlum ég líka að taka upp og svo ætlum ég að leikstýra og svo skrifa ég handritið og svo fæ ég vinnu mína til að flestar konur þá þetta draga þær svona nei, komdu bara á pizza nei, ég þarf aðeins að vinna í þessu leikur og skilja eiginlega ekkert eftir þú veist, fyrir það eru konum með sem eiginlega orðið of fullkomið og orðið of leiðilegt já, ég skil þig þannig að ég segi, sleftu bara pizzinu og mættu bara með hugmyndina já, ég hún nefnilega hérna í haustum á þér já, ég veit það ég bara, þú veist, eins og ég segi mér finnst bara vanta meiri svona, þú veist, og fattur, þarna kemur aftur úr sjálfströsti mitt og bara allt þetta að ég bara svona, ég veit þetta þarna sko. Þú vilt ekki fá höfnunna? Já, þú veist, ég hef alveg fengið höfnun, ég meina ég hef farið með hugmyndir og eitthvað svona og fengið, þannig ég veit alveg hvernig að fá höfnunina og ég, þú veist, en það ekki eitthvað svona sem slær mig, það ekki eitthvað sem slær mig niður, ég bara, ok, það var bara ekki nú gott núna, skilurðu. En þá betra líka að klára þetta í staðin fyrir að vera að vinna með þetta, nú erum við farin að vinna þess í þér hérna. Já, það er sálfræði tími. Já, að ég er farin að finna einn punkt sem er ekki alveg fullur af sjálfsvöld og sko, nei, og aðalega bara upp á að fá svari, en þess að sko mér finnst alltaf betra að fá annarkot bara nei eða já. Öll kannski svör ég bara meikaðu ekki, segðu fyrir eitthvað nei og þá bara get ég hent þessu ég er sammála og ég myndi eiginlega fara að fá nein eða jáin bara afgerandi og ekki gefa langan tíma á það heldur þú veist, ok, ég veit þú þetta að hugsa þú verð 2 vikur og annarkot það bara nei eða já þá bara er þetta komið út úr myndinu en þess að þú ert manneska sem hefur bara nóg að gera og nóg að hugmyndum já, og ég held að sé kannski líka það að því að þú veist, núna er bara svo ógeðslega mikið að gera og bara fullt að gerast og þú veist, nóg að bóka og eitthvað svona, en ég veit alveg að þetta er þarna skilurðu, þú veist ég veit að ég mun ná þessu fattarðu, ég er bara svona, hvenær verður það ég veit það ekki, en ég er bara svona
Heyrðu, þá gerum við bara við búum til hérna að því þetta minnsti fjölmiðill landsins og á að standa undir því nafni að ef að Rúsa verður með skemmtið á Ellen DeGeneres í minnsta fjölmiðill landsins ef við ekki bara gera það og markvisst að við ætlum að komast með hann á stóra sjónvarpsstöð. Byrjum hér. Þáttur. Þú fyrsti viðmælandi minn. Og svo verðu svona smátt og smátt upp úr kjallaranum og ert kannski komin í stóru stúdíóin. Svo verð ég komin að segja í söguna að ég byrjaði hjá Þórhalli, ég fór í bókaspjall við hann. Og það var rosa dramatískt. Þetta var rosa erfitt sko. Við glemdum að tala bækur. Talandi bækur? Já. Sko, fyrirfram myndi ég halda að þú væri svo að Línu Langsokks manneska. Hvaða barnabækur voru það sem heilliði mest? Sko, Bróðir með ljónshjarta. Já. Það bók sem að bara, þú veist, situr í mér bara enn í dag. Já. Og ég veit, sko, mamma las hann alltaf fyrir okkur á kvöldin, okkur systurnar. Þetta bara svona æsku minning, bara að mamma var bara ok, nú ætlum við að vera allar upp í rúm og þú veist, fengum að liggja allar saman upp í rúmi og mamma las nokkra blaðsíður og svo bara fórum við allar í okkar rúm og svo aftur á morgun hélt mamma áfram að lesa og á svipum tíma að þá deyr besti vinur minn í drukknur í Skólasundi Hvað var hann gamall? Við vorum 9 ára og það var, hann var svo upptekinn að þessari bók líka og Regnboganum og Nangiala og eitthvað svona og ég, þú veist, minningagreinarnar hana, þær voru svona, þú veist, eitthvað þú veist, nú ert í Nangiala þannig að þú veist, það fylgdi rosalega þannig að þú veist, það kannski líka svona sterkt í mér þessi bók af því að þetta tengist þessu tímabili í lífi mínu þegar þetta gerist, sko en ég samt svo sér maður alveg, þú veist, í dag að þessi bók ekkit bara eitthvað sitt í mér þetta var alveg bara eitthvað svona tímamóta bóka á þessum tíma sem að sat bara í börnum að þetta var svo ótrúlega hún náði svo ótrúlega inn í hjartamanns þegar að hann deyr og allt þetta og þetta Nangiala tengingin og Regnboginn og allt þetta þannig að Ég veit fullotna kaldmenn fara á Trú Nóg, sko, búin að fá sér aðeins og marga og byrja að tala Bróðir með ljónshjarta og það koma aftur svona tilfinningarnar, sko. Þannig að það segir til áhrifin, sko. Já, þannig að þetta er svona bók sem að var rosalega, eins og ég segi, þú veist, kemur á þessu tímabili í lífi mínu þar sem að, þú veist, þetta gerist. Þannig að þessi bók situr í mér bara svona djúpt inn í hjartan og mér líður eins og ég hef ekki lesið neina bók eftir það sem að hefur einhvern veginn svona snert mig eins og þessi bók en ég, þú veist, ég elska að lesa bækur og ég elska bara að leggja síman frá mér og lesa actually, þú veist, ekki hlusta á bók heldur bara vera með bók sem ég er að lesa og snerta, skilur. Já, þú vilt kiljuna sjálfa, þú vilt halda utan um. Já, ég vil ekki, hvað heitir þetta, Já, bara rafbækur, lesbretti eða iPadana eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég vil bara halda og fletta og beygla blaðsíðuna þar sem ég er og setja á náttborðið og eitthvað svoleiðis, þannig að ég, þú veist, og ég er stundum svona bara, já, ok, núna ætla ég að lesa bók og það stundum maður búin að vera svona lengi frá því að lesa bók og það maður svona bara, nú legg ég síman frá mér, nú ætla ég að hætta þessu skrolli og fara að lesa og ég hef alveg haldið í það til dæmis á jólunum að þá finn ég mér alltaf einhverja bók til að lesa en það eru kannski ekki djúpa bækur, það er kannski ævisaga Kristjane eða ævisaga Ricky Martin eða eitthvað svona. En þú veist maður á að lesa eins og maður horfir á bíómyndir eða eitthvað við eigum ekki að setja bækur á svona háanstall við eigum bara að lesa að því okkur líður vel með að lesa en ekki til að monta okkur að því við höfum lesið eitthvað stórt. Nei, og ég meina, þú veist, ég held ég hef ekki aldrei lesið bók eftir Arnald Indriðason, skilur þú veist, og þú þarft þess ekki heldur. Nei, en svo drekki í mig bara, ok, æfisaga Kristjanner, Kardashian mamman, þú veist, ég er bara eitthvað, og ég held ég að við klára hann á 2 dögum, sko. En það er enn og aftur áhugasviðið mitt. Þú veist, það eru frægir. Já, en bækur eru til þess að vera ekki einhvern veginn að nota þessi mælikvarða á að gera manna einhverju klárri manneski en maður er. Nei. Ég les mjög mikið að glæpasögum og mér finnst bara glæpir ógeðslega skemmtilegir og þó ég hafi gaman á skáldsögum og einhverju dramatísku, það þurfa að gerast. Fyrir mér þurfa þetta að vera alltaf svo stórar tilfinningar á einhvern hátt. Já. Kannski ekki í glæpasögunum en í svona þessum stóru skáldverkum það sem að sko það er hatur og ástir og Krydlegin hjörtu er til dæmis bók sem að ég elska og þú myndir fíla held ég að því að þú ert svona blóðheit þá var manneskjan, hún eldaði mat og
ef hún grét meðan hún eldaði þá grétu aðrir sem borðuðu matinn og ef hún var hamingjusöm þegar hún eldaði matinn þá urðu aðrir hamingjusömi sem borðuðu hún semst tilfinningarnar fóru í gegnum matinn sem hún eldaði og skilaði sér út í alla sem borðuðu. Býttu, var ekki bíómynd gerð með þetta Julia Roberts Jú, og honum spænska Banderas minni það Já. En ok, höldum áfram með þínar uppáhaldsbækur. Ég nefnilega elska alveg að heyra bækur og ég með sko líka þannig að ég, þú veist eins og P.S. ég elska þig að þú veist og svo náttúrulega kom bíómyndin með þeirri og þú veist og bækur ná mér alveg þannig að ég get bara hórgrenjað og bara á erfitt með mig að því ég líka sko ég bara, þú veist, áður en ég sé bíómyndina þú veist, ég veit alveg þú veist, ég búin að búa til í höfðun á mér bara, ég sé bara grænt gras og ég sé andlit á fólki og bara, þú veist að lýsingarna náu mig þannig að ég bara komin inn í, ég búin að búa til heiminn sko. Og þá komin þín bíómynd í hausinn sem ofta erfitt að sjá mynd eins og lastu einhvern Brýtnar í Madisonsýslu Nei. Rosalega romantísk og svona ljósmyndara sem kemur allt í hennu hittir einhverja gifta konu og þau verða svo ofboðslega ástfengin og svo fer hann en þessi ást heldur einhvern veginn áfram og svo verður bíómynd og ég held að vera Clint Eastwood og einhver leikon og þau bara, nei, þetta ekki fólki sem ég sá þannig ég gat aldrei hort á bíómyndina það oft þetta sem að verða stundu vonbrigði sko. Sérstaklega þegar bókin eitthvað bara og svo kannski bíómyndin breytt í ykkur smá svona Hollywood fróðu en mér fannst reyndar hana P.S. I Love You mér fannst hún skila sér ótrúlega vel á skjáin sönnbókinni og sönn svona og það það sem að þegar maður svona aðdáandi einhverja bóka og veit að þú veist það koma bíómynd með þá vilja allir sem eru búin að lesa bókin, maður vill að hún sé þú veist, auðvitað þarf að breyta einhver til þetta passin í bíómynd, skiluru en maður vill samt að bókin sé bara nánast eins í bíómyndinni þú veist, maður vill ekki mikla breytur maður vill allavega hún sé nálægt manns eigin hugmynd já Hefur þig aldrei langað að leika? Sko þú veist, ég myndi ekki segja nei ef ég beðin, sko og ég alveg, þú veist ég alveg góðu leikari, sko eins og í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur þú veist, þetta manneskja sem myndi segja ég góður biflavirki ef þið vantar þú veist en ég hef samt ekki, sko þú veist, eins og ég veit að eins og Hjálmar veist, hann hefur náttúrulega verið að leika í alls konar þáttum og hann elskar að leika og bara í bíómyndum og eitthvað svona ógeðslega góður í því og ég svona þetta er ekki eitthvað svona toga í mig þannig, sko. Sko, ég myndi vilja fá þig í að leika í dramatískri mynd. Já. Ekki gamanmynd. Já, ég hefði gott að því. Nei, það bara, sko, það nefnilega geggjað ef þú færð gamanleikara til að leika dramahlutverk og oft dramaleikara til að leika gamanhlutverk. Já. Þau hafa nefnilega þau bæta upp og gera þessa dýpt í persónar og að því að þá svona mögulegin á því besta sem gerist í bíómyndum og bókum það þessi tragikomík það þegar að eru alla tilfinningar og maður veit stundum ekki hvort maður á að hlæja að gráta með viðkomandi þannig ég myndi vilja að þú fengir svoleiðis hlutverk ég held að þú veist, og ég held alveg að þú veist það sé gaman að leika en ég það hefur aldrei verið eitthvað svona ég hef ógeðslega gaman af svona live TV skiluru þú veist og ég vil spennuna sko að mæta með þú veist þetta þannig fyrringin í maganum og eitthvað svona en svo fannst mér líka ógeðslega gaman bara þegar við vorum að taka alla leið mér fannst líka gaman að mæta bara sett og vera með þannig og ég vissi bara ef við vorum í tökum og klára þessa þætti og eitthvað svona en þú veist ég veit ekki kannski bara því ég hef ekkert verið beðin að leika einhver þannig ég veit ekki kannski svo ég kannski bara einhver þú veist Nei, þú ert góð, við vitum það bæði sko. Þú ert ekki komin í að þátt ég var dangrið það sko, það bara glemdi Segðu mér bara eitt með að þú fæddist náttúrulega ekki í Króatíu Nei en þessi tengsl við landið eru þau sterk eða mikil? Já, þau eru mjög sterk mamma og pappi hafa alltaf passað rosalega vel upp á það og eiginlega bara mamma sérstaklega sko. Að eins og amma og afi þau eru bæði látin samt núna að þú veist, ég var ekkert minna tengd þeim heldur en ömmu og afa hér skiluru
og þú veist, þegar ég var yngri að þá var ekki eitthvað svona e-mail eða þú veist messenger eða eitthvað, þú veist, þá bara man ég að pappi satt í stofun og var að skrifa bréf heim svo beið maður ókslega lengi eftir að amma sendi bréf tilbaka og það var ókslega gaman þegar amma sendi bréf en svo voru mamma og pappi líka dugleg með að fara með okkur út og þá voru við alltaf lengi, þú veist, pappi úr bara fátækri sveit í Króatíu. Hvar í Króatíu? Í Slavonski Brod. Sveitin heitir semst Trinjani. Þannig að þú veist, og við bara, þú veist, æskuminningarna þaðan eru náttúrulega bara geggjaðar, sko. Og svo bróður hans pappa, hann sérst lést núna í vor og þetta var svona hann var svona, þú veist, þegar maður kom í sveitin þá vissi maður alltaf að Marko yrði þarna þú veist, svona bara, þarna hann þarna með rammana sína að þú veist, við vorum alltaf hjá þeim sem sagt, þegar við vorum þarna á sumrin honum og konun hans og þeir jarðar og svo hratt þarna hann deyr á föstudegi og jarðarförin var á mánudegi á laugadegi segi ég bara núna í vor, já, deginum eftir og við bara, hann deyr hérna aðfaranótt föstudags og bara klukkan 9 morguninn þá vorum við bara heima hjá mamma og pappa að bara bóka flug út og við vorum 17 klukkutíma á leiðinni yfir bara með því að keyra og allt þetta og millilandaflug og rosa mikið sko og jarðarförin átti að byrja 2 og við vorum komin klukkan 1:30 þar sem að jarðarförin var og náðuð að kveðjan já, og það var ótrúlega mér fannst það ótrúlega dýrmætt og ég svona, þá fann ég líka bara svona ekstra mikið, bara svona þú veist, maður finnur það alltaf þegar maður bara ég hef svo rosalega mikla taugar þanga og ég ekki svo vissum að fólk fatti hversu mikið tengd við erum þarna út, sko en svo gerur þau heimildaþætti já Króatíu og fórst alveg fjallan stríðið og líka SOS barnahjálpina og ég sá alveg eitthvað ofsalega fallið viðtal við með þar sem þú ert að hitta barn sem þú ert að styrkja og það eitthvað bara svona magna moment þetta var það sko þú veist, varstu búin að styrkja það lengi og varstu bara að hitta það þarna í fyrsta og kannski síðast sinn líka já, mögulega síðasta sinn líka sko ég er búin að vera alveg síðan að börnin mín voru 4-5 ára þá er ég búin að vera að styrkja í SOS barnaþorpin og þetta var alveg hjá mér bara mjög meðvitað því að ég vildi að þau myndi vita börnin mín hversu heppin þau eru að bara það séu ekki öll svona börn, það er ekki öll börn í heiminum svona heppin að eiga bara eitthvað fjölskyldu og heimili og það sem að þau eiga þannig að mér fannst ótrúlega mikilvægt að þau myndi bara strax frá bara unga aldrei vita þetta að þú veist svona er heimurinn þannig að það var alltaf ótrúlega mikil spenna að fá bréf heim og eitthvað svona og ég semst með 2 styrtabörn og svo kom Hansi í SOS að því ég er nú einna velgjör að senda hörrum SOS og kom með þessa hugmynd að við færum út og myndum taka þú veist semst ástæðina fyrir það SOS barnaþorpin eru í Króatíu og myndum í leiðinni svona tvinna þú veist sögu gamlu Júgoslavíu inn í þetta og hitta og svo fórum við líka og hittum þú veist fjölskyldana mína veist, bróður hans pappa og konuna hans og eitthvað svona áttum eitt þannig að Marko er í þáttunum já, hann er í þáttunum og það er í síðasta skipti sem að við hittum hann þú veist, við hefðum mamma og pappi reyndar hafa verið fara út á hverju einasta sumri sko og en þannig að þú áttan þó þetta moment já, í mynd og við eigum og það er ótrúlega fallegt sem að ég segi þarna einmitt í þáttunum bara eitthvað alveg þú veist að það er allt svo erfitt að kveðja þau að þegar maður veit ekki hvernig maður er að kveðja í síðasta skipti og svo er eitthvað svona fallegt eitthvað svona myndband af okkur með honum og þetta er alveg bara svona veist, ég er heima að grenja við sjónvarpinu að horfa á sjálfa mig í sjónvarpinu skilurðu þannig að þessi þáttur var alveg sko allur tilfinningaskalinn og við fórum líka 3 systurnar út sko þannig að þetta var alveg þetta er eitt af mínu svona uppáhaldsverkefnum og mér finnst ótrúlega dýrmætt að eiga þessu, að þetta er smá sagan hans pappa bara mjög mikið sagan hans pappa inn í þessum þætti sko, þetta er ótrúlega vel svona klift flæðið í honum hjá honum Garðari sem að tók þetta upp og klifti og var svona leikstjórinn af þessu sko og þá eigiði í rauninni svona eiginlega þetta moment sama það sem er ekkert að trufla úr fortíð eða framtíð eða nútíð það er bara eitthvað svona
eitthvað sem að fjölskyldan á í kringum þetta. Já. Og að hitta, einmitt að fara í barnaþorpin og sjá bara þorpið og þú veist, tók viðtal við, þú veist, þann sem var svona yfir þorpunum og bara fórum í bara mjög djúpt í hittum alls konar svona fólk sem að starfar í kringum barnaþorpin í Króatíu og heyrðum bara alls konar sögur sem að við vissum ekki einu sinni. Ástæðuna fyrir af hverju barnaþorpin, þegar, þú veist, Króatíu svo mikið tískuland núna. Já. Að ég held að fólk átti sig ekki á samt fátæktinni inn í landinu. Já, það ekki bara á suðurhlutinu og það sem næst Ítalíu eða eitthvað slíkt? Jú, þetta bara, þú veist, þetta fullkomið túristaland, en svo bara þegar þú kemur inn í landi að þá bara, þú veist, þetta fátækt land, sko. Þannig að maður komið aðra ímynd af því. Já. Að þetta sé orðið svona framtíðaferðamannland, þú veist, og það sé orðið blómlegt að einhverju leiti í landbúnaði, en ennþá bara eftirheitur bæði stríðs og átaka og fátækt. Já, það það sko, og það með svo fyndi, ég fæ svo oft sendi gegnum Instagram eitthvað, herðu, þú ert náttúrulega frá Króatíu, hvert eigum við að fara? Og ég alltaf bara, þú ert allavega ekki að fara þannig sem ég fer, þannig að ég get ekki hjálpa þér. Þannig að En já, þetta svona eitt af mínu þetta svona verkefni sem mér þykir ógeðslega vænt allt sem ég fengi að gera, en þetta snertir eitthvað svona sérstakann streng. Býr til einhverja, verður leiðsögumaður Króatíu fyrir ykkur sem að vilji fara til alvöru Króatíu. En það samt fallegt hvað þeir eru að gera, þú veist, þeir eru náttúrulega bara að vinna í, en það náttúrulega bara það ennþá bara þessar afleiðingar stríðsins sem eru svo miklar, sko. Það búið að vera geggjað að vera með þér. Sömuleiðis. Það svo skemmtileg. Takk fyrir. Svo líka sko að því að þú hefur einhverja, þú veist, þú hefur allir þessi element, þú hefur mikla breidd og þú ert einhvern veginn, þú er rosa stór karakter, en ég elska þetta sjálfstraust að því mér finnst þetta það sem ég kalla heilbrigt sjálfstraust. Já, ok. Þetta ekki svona forserað sjálfstraust. Þú ert svona búin að hlaða einhvern veginn undir allt saman. En við erum búin að skora á sýstuðina að stofna fyrirtæki með þér. Já. Og bara sorry síminn, þið verður bara að gera með hana starfslokasamning. Og við erum líka búin að ákveða það að þú býr til sjónvarpsþátt. Já. Og ef að Stöð 2 eða síminn eða RÚV ekki að grípa þetta nú þegar, byrjum við bara hérna í kjallaranum og þurfum að sanna það að þú ert geggjaður þáttastjórnandi. Þannig að það svona verkefni okkar framöndan. Já. En halda áfram bara að njóta og vera til. Takk fyrir sömuleiðis. Takk.